Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það helgarútgáfan núna. Áður ég segi ykkur við hvernig ég ætla að ræða, þá vil ég geta þess að þetta þáttur með 300 af Rauðaborðinu. Við erum búin að sitja hérna í 300 skipti. Ég ekki reyndar í öll skiptin, en ég sitja hérna í 299 af þeim skiptum. Einu sinni tók ég mig frí þegar dóttir mín átti afmæli og þá var ég leystur af. En Rauðaborðið byrjaði, það var í upphafi COVID, þá mátti enginn hittast og við fórum að leika okkur að því að búa til svona videopodcast með Zoom og vorum með ýmsa í viðtali þar og þetta svona hlaðið upp á sig og í kringum Rauðaborðið núna komin samstöðin, það hafa verið alls konar aðrir þættir á samstöðinni, umsjón alls konar fólks og svo núna í haust að þá höfum við búið til fréttasíðu, þannig að þessi leikur okkar þarna í upphafi COVID við að hvort það var hægt að búa til sjónvarpsstöð úr eldspýtustokki hefur svolítið vafið upp á sig og þetta hefur gert bara hægt og rólega og þannig viljum við hafa það. Þetta við ætlum ekki að vera básum eitthvað hvað við ætlum okkur að gera, heldur frekar bara að láta þetta gerast hægt og rólega. En þetta hefur gerst með ykkar aðstoð, fólk hefur hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfið, það er gert með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook og svo hafa margir gengið í alþjóðfélagið og það borgar fólk félagsgjöld sem kannski eins og 2 kaffibollar í mánuði og það rennur til þess að fjármagna hér dagskrána á samstöðinni. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að íhuga hvort að það sé ekki þess virði að spandera eins og andvirði 2 kaffibolla í samstöðina til þess að halda henni gangandi og leyfa henni að vaksa. En þetta var nú 300. þáttinn. Hérna, nú erum við í þessu þætti og gestur í helgispjallinu núna er Tryggvi Rúnar Brynjarsson. Þú velkominn. Takk fyrir það, og til hamingju með þættina 300. Já. Herðu, þú ert hérna barnabarn afaðins eins og við flestir, en afið þinn var nafniðinn. Tryggvi Rúnar Leifsson, einn af sakborningunum í Geirfinns og Guðmundamálinu sem við höfum svolítið verið að fjalla núna og byrjaði af þegar Erlu var meinað endurupptaka og ástæðan er náttúrulega svo að þetta er eitt svona merkilegasta mál síðari áratuga, Geirfinnsmálið. Það hefur litað svolítið þína efi. Svo sannarlega. Það þegar ég svona horfði tilbaka núna sem fullorðin manneskja að þá sé ég að augljóslega gerði það, en þegar ég var krakki og þegar ég var alast upp að þá var afi minn komin út úr fangelsi, afi minn var í toppformi, hann var í toppstandi, það var bara toppurinn á hans lífi, held ég að segja algjörlega óhætt að segja og við áttum þarna sem sagt alveg þangað til að hann veiktist af krabbameini, þarna áttum við 14-15 bara rosalega góð ár og ég, þú veist, þegar það Þú ert náinn honum í uppvextinum? Mjög náinn, en til að það er alveg, ég held að ég geti ekki lýst þessu því að þessi ár ég hefði aldrei geta sagt þér að afi minn hefði gengið í gegnum þetta. En hann dró ekki bálið með sér inn á eftir sér? Það var ekki þungt ský yfir honum út af því? Það var alls ekki þungt ský yfir honum, en að hann hafi dregið þetta með sér, það sem að ég hef heyrt að hafi gerst er að þessu hafi systematískt verið haldið frá mér persónulega, að hann þarna, mamma mín lýsti þessu fyrir mér, ég var svolítið svona sár, ég var unglingur þegar ég frétti af þessu og þá kannski voru sumir, vinir mínir og félagar og aðrir sem voru búin að frétta af þessu undan mér, en það sem hún sagði er, þarna fekk afið þinn bara tækifæri til þess að eiga þarna ungan nafna, bara ungan dreng sem að bara horfði á hann eins og hann raunverulega var, ekki með þetta risastóra mál og
þú veist, þessar hrikalegu ljósmyndir og þessar hrikalegu sögu sem að allir eða sem að langflestir aðrir Hvenær tengdur þetta? Það var orðið sko, það var eftir að hann dó, það var svona 2000 og já, ætli það ekki bara verið stutt eftir að hann dó. Sem þú tengdir að hann hafi tengst Geirfinnsmálinu? Eða sem að ég bara frétti af Geirfinnsmálinu, sko. Ég bara gekk í gegnum þetta allt saman, það var bara, þú veist... Þú varst bara eini maður á Íslandi sem ekki hafði heyrt Geirfinnsmálinu? Já, kannski. Og hvernig fréttir það? En það var, sko, það var bara einhver... eitthvað á netinu bara. Ég manna það ekki alveg. En þessu var sko kerfisbundið, held ég, haldið frá mér, sko, sem krakka. Og síðan þegar afi minn veiktist af krabbameini, ég hugsa hann að ekki, ég held að þetta hefur verið kannski það síðasta sem hann vildi. Eða orkunni að vera að tala við þig. Já, frekar kannski bara að við ættum þá sem eðlilegastar stundir. Já. Ímyndaði mér. En þetta var algjörlega, þetta var bara, þú veist, ég var í mörg ár að melta þetta, sko. Melta málið eða það hvernig það var hægt að halda því frá þér? Sko, finnst það ekki undarlegt? Mér finnst það stór undarlegt. Mér finnst þetta eins og er ekki bíómynd þar sem maður lifir í svona... Í ranghugmyndum. Já. En þetta voru engar ranghugmyndir. Út af því að þetta, þú veist, afi minn raunverulega var þessi sko lífsglaði, jákvæði, þú veist, hann var bara, þú veist... hann var bara sá maður sem hann birtist mér, en svo var allur þessi pakki og jú, þessi ár sem að ég segi ég hef verið að melta þetta að þá er, þú veist, eitthvað tilfinningarlega bara wow, þú veist, hvað var hann í gangi og hann að burðast með þetta í öll þessi ár og en þá var hann farinn, þegar þú ert að velta þessu fyrir þér, þá var hann farinn. En myndur ekki vilja ræða þetta við hann? Ég sko held að það er rauninni fátt í þessu lífi sem að ég myndi vilja óska mig frekar, en það er algjörlega gagslust að hugsa það, það er ekkert að fara að gerast, sko. Eru þið líkir? Sko... Það er satt fjórðu ekki breiður nafns? Að því leitinu til að hann var, sko, hann tók rosalega stóran þátt í mínu uppeldi og ég svona... Þú veist, ég er með ákveðna svona tendensa, ég er stundum með eitthvað svona frestunaráratu og eitthvað svona allskinn sem kemur í mínu persónuleika, en hans uppeldi er rosalega sterkt í mér. Ég er alltaf, ég hugsa bara svona, já, hann hefði sagt bara, dríðu það stað, gerð þetta bara, farðu. Þú veist, hann var svona, þú veist, hann er, þú veist, svona hvatning til mín ennþanda í dag, bara þetta uppeldi og líkir... Sko, ég gerði allt þegar ég var lítill krakki til þess að líkjast honum, áhugamálunum og, þú veist, ég var að horfa með honum á einhverja boxþætti á, þú veist, sín eftir miðnætti og ég gerði allt til þess að, en það er ekki, sko, ég. Þú virkar ekki þannig? Nei, ég hef ekki síðan þá verið að, þú veist, hann var allur út í tattúum, hann var með allskinn svona, bara flott líka áhugamál, hann hafði áhuga mikinn á bílum og þetta... Hann var bara gaur. Hann var bara gaur. Ef þú hefur hitt mig sem lítinn krakka með honum í kringlunni, að ég get lofaði því að við höfum verið á nákvæmlega sömu blaðsíðum þetta allt saman. En síðan eldist ég og þá kemur þessi persónuleiki kannski frekar í ljós. Ég er svona meira... Já, ég er að lesa bækur, ég fer í háskólan og er bara svona brúð menni nær í bæ. En hann er, þú ert með hann með þér, hann er það sem að, hann ítið áfram ef að þú... Já. Og ég hugsa til hans margoft, hverjum einasta degi. En þú segir hann að við tekja mikið þátt í uppbytun, ólstu þú upp á heimilinu í honum eða? Sko, mamma mín var svo ung þegar hún átti mig, hún var einstæð 17 ára og hún átti ennþá bara heima hjá að móða í Grýtubakkanum. Og þannig að við vorum þar saman, byggum heima á þeim og síðan fáum við okkar eigin íbúð, en hún er bara þarna rétt hjá
og ég alltaf í leikskóla þarna við hliðina og þetta er bara hálfgerð kommuna sko og síðan fær mamma mín vinnu sem fararstjóri á Spáni þegar ég er svona, hvað hef ég verið orðin, 12 ára og þá er ég bara hjá þeim og síðan fær hún vinnu og hún er mikið erlendis þannig að ég einlega sem unglingur ég bjó mjög mikið hjá þeim. Ekki pabbi? Pabbi minn er sem sagt var bara svona klassískur helgapabbi íslenskur En Tryggvi hefur verið svona bæði afiðinn og föður ímynd en hann er algjörlega þessi svona og Guð já, ég held að mætti alveg að segja það var, ég held að þú geti fengið allskins viðtölu fólk sem geti sagt þér að það hafi verið algjörlega þannig samband ég dýrkaði hann og dáði já, þannig var það bara En svo veikist hann og deyr bara eftir stutta Þetta var stutt barátta hann sko greindist með krabbamein og ég man eftir mómentinu, ég man ekki dagsetninguna en síðan þetta var krabbamein í vélinda og hann á að hafa sko sigrast á því að það átti sko fyrsta meðferðin átti að hafa gengið en svo kom þetta bara fljótlega aftur og þá var þetta bara mjög fljótt að gerast Geirfinnsmálið hefur haft áhrif á þig og þína fjölskyldu kannski minnst þig hvað heldur að hefur haft mikil áhrif á móðina? Alveg hiklaust sko Hvað er hún Hvað er hún svona þegar hann er í fangilsi? Hún er bara heima hjá ömmu en síðan sko það sem hún hefur lýst er að hennar svona einhverjar af hennar fyrstu minningum eru barnaafmæli á Litlahrauni og þá er hún orðin það gömul, já og ég hef séð þessar ljósmyndir líka þá voru svona tjöld eins og þú ert með hér sem að voru sett til að hylja rimlana og síðan það sem að mamma mín gerði var að sko þarna einmitt í þessari íbúð í Grýtubakka að þar var hún og hennar saga sko og þessa máls byrja að tvinnast saman og hún byrjar að sko stelast í dagbækur sem að afi minn hélt þegar hann var læsturinn í Síðumúlafangilsi og hann skrifaði þar og þetta voru sko nokkrar stílabækur en það hafi verið 9 eða 10 sem hann skrifaði meðan hann var þar inni og það sem að mamma mér gerði var að hún fór og náði í 2-3 hverju sinni og hún var að lesa þetta sem tánings sem 13-14 ára eitthvað svo leiðis, já og er að sko komast að þessu þannig og það sem að já, þetta er kannski svolítið skrítin saga Var þá líka verið að halda svona málinu sjálfu frá henni bara að hann væri inn í fangilsi Þú voru að spyrja hana sko að því ég svona ég myndi mér að það hafi ekki verið hægt sko ekki að sama leiti á mig þannig að þá er sko þarna þú veist, ég byrja að fá eitthvað vit eftir að Sævar er búinn að vera í sinni baráttu ég er fæddur 92 hann er að sýsla í því allan 10. áratuginn hann Sævar það var auðveldara að halda þessu kannski frá mér heldur en henni en svo sko eru það í rauninni það sem að ég hef heyrt það er fjölskyldan hans afa minns, það eru foreldrar hans það eru ammans og afi Þetta er þitt fólk það er mitt fólk, já sem að sko tóku sko rosalegan hitta og rosalegan þunga og rosalegt mótlæti meðan á þessu máli allir saman stóð en það sem að ég hef séð meðal annars í dagbókum hans afa minns og bara í öllum samtölum er að fjölskyldan stóð mjög
þétt við hans bak í því máli. Það var enginn sem að nokkuð tíman efaðist hans sakleysi sem að ég tel vera nokkuð gott á meðan að allt samfélagið sko á því að þetta hafi verið þessi hrikalegi morðingi og allir búin að játa og allt það. Hefur eiginlega verið þannig að þau hafa varla geta sagt að í almanna rými að þau tryðu honum. Nei. Því það var næstu í holdgerðist andúðin hvað þessu fólki. Já, en ég trúi alveg þessu kjarnafólki til þess að hafa staðið á hans máli, sko. En ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var. En það en af hverju trúir því? Hvernig þetta sérstakt fólk? Sko, já, ég held að þetta sé það, ég tel svo vera. Það svona öflugt alþýðufólk, íslenskt, svona, já, ég get alveg séð fyrir mér að ef einhver hefði til dæmis reynt að sko rakka yfir afa minn, þá hefðu bræður hans sko verið snöggir til að sko taka hans málstað. Kanntu að segja mér frá uppvexti afaðins og mamma? Ég get gert það. Ég bara, hann sem sagt sem sagt sonur fólk sem að hétu Stella og Leifur og þau bjuggu sem sagt í Braggahverfinu, Laugarneskampi, en meðan afa minn, þau áttu sem sagt 3 börn og þegar þriðji krakkinn, Ómar, bróður hans afa minns, var kominn, þá var bragginn eiginlega orðin of lítill undir þetta allt saman. Þannig að afi minn sem var elstur, að hann fór og flutti til ömmu sinnar sem að var búsett á Lokastíg niður í bæ. Það þar sem að hann svona ver mestum sínum tíma, þó hann sé auðvitað mikið hjá foreldrum sínum. Það þar sem að hann kynnist sko Kristjáni Viðari og fleirum niður í miðbæ. Og þetta verið svona, það var háskalugur staður, Njálsgata, Grettisgata og þar. Já. Og svo hann sko, ég hef talað við frænku mína, hún heit Svava, sem að bjó rétt hjá Kleppjárnsreykjum og hún fékk hann alltaf til sín í sveit á sumrin og hún lýsir því þannig að þá hafi verið eins og bara hvað segjum við, sko, þegar við hleypum hérna Beljanum út á vorin. Já. Leika við kurdsinn fingur, eins og Laxness sagði. Já, ég held að hann afi minn hefði ábyggilega, eins og Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur hérna velti fyrir sér, ég held að hann hefði ábyggilega fengið greiningu í dag ADHD og að reyna að tróða sko þannig dreng niður í sko skólakerfi og reyna að sko halda honum einhvern veginn bara í sætinu sinni í þeim aga. Það ekki hægt að með lyfjagjöfum. Ég held að bara það gekk ekki í hans tilfelli. Það var bara þannig. En þegar hann kom þarna og fékk að vera einhvern veginn bara frjáls í sveitinni, hún talar hann, Svava frænka mín bara, hann hafi verið svo öflugur að þarna hafi sko kraftarnir hans fengið algjörlega að sko njóta sín. Og þegar ég fór síðar í sagnfræði í Háskóla Íslands og ég las svona frásagnir íhaldsamra aðila hérna snemma á 20. öld sem voru að reyna að halda hérna öllum í sveitunum og rökin voru sko meðal annars þessi að sko já, við erum að henda þeim inn í sko borgirnar, þú veist, við bara sveita lífið, bara eflir alla dáð og þar lærir að vinna, þar lærir siðferði, þar lærir allt þetta og við getum ekki verið að hafa þetta af æskunni. Og þegar ég las þetta þá var ég bara svona ok, þetta svolítið skrítið sjónarmið en ég sé alveg þessi menn hafa þekkt einhvern mann eins og afaðinn. Ég hugsa það. Og það bara þetta sko þessir kassar kjarvan okkar, þeir bara átt ekki við þennan unga mann. Og hann var sko líka út af því að það er svona
er íþróttamennska í fjölskyldunni. Afi hans, Tryggvi Gunnarsson hét hann var glímukappi og var glímukóngur hérna á Íslandi 1920 og eitthvað. Þannig að hann og keppnismanneskja og afi minn var keppnismanneskja og ég held að sko skólakerfið og líka bara seinna þegar hann hætti í skóla og átti að fara eitthvað að vinna. Hann fekk vinnu hjá MS, hef ég séð. Okkur færibandi, þú veist, þetta bara var ekki, það er bara meiri orka í honum heldur, það var meiri orka í honum heldur en flestum. Og ég hef lesið bara að fólk hann hafi verið óþolandi og hann hafi verið lagður í einelti út af því hann kjaftaði svo mikið og það var svo mikill kraftur í honum. Já. En hann hefur fundið félagskap annara sem að voru svipað ákomið. Jú. Eins og oft er í unglingsárunum að þá rata saman í hóp krakkanir sem að fá ekki að vera með í vinsælu krakkaklíkunni. Já. Og fyrt ekki inn. Já. Og það gerðist sumarið 1968 í tilfelli afa míns og það er þetta merkja sko þann tíma. Og hvað gerist þá? Það sem að gerist þá er að þá voru langama mín og langafi, þá fenguðu loksins útlutaða lóð. Hét þá Sel á Splettur upp í Árbæ, þetta er rétt hjá þarna sem að fylkisvöllurinn og Árbælaugin og það er í dag og þar sem sagt byggðu þau sér hús og þannig að afi minn fór úr því sem að var sko tiltölulega struktúrerað, agað heimili á lokastíknum hjá ömmans. Hún var svona kristin íhaldsöm kona mörguleyti og er bara komin þarna upp í Árbæ og það er engin struktúr. Í hverfi sem er að byggjast upp? Til að tala í hverfi sem er að byggjast upp. Og hann kemur aftur inn í fjölskylduna sem hann hafði eiginlega farið frá? Það voru alltaf þessar tengingar eins og ég nefndi. Það meinar að það hafi ekki verið struktúr inn á því heimili eða? Eða það er bara svona, það er ekki þessi, nei, ég held að það sé. Ekki þessi struktúr sem að öldruð amma getur gefið manni? Ég held að það sé óhætt að segja það og með fullri virðingu fyrir langafi minn og langafa. Að sko, þú sér það að stefna þess flokk sem að stýrði borginni í alla þessa áratugi var svo að við hjálpum þeim sem að hjálpa sér sjálfir og langafi mín og langafi þau byggu í Bragga í Laugarneskóla, þetta er eitt af síðasta fólkinu sem er þau eru í Bragga 1968 og það byrjaði að byggja Breiðholtið það eru ekki eftir samningunum 64 þannig að það kannski ekki byrjaði að byggja en líklega er það byrjaði að byggja þar. En það er sem sagt til þess að hreins að losa fólkið úr braggonum úr höfðaborginni sem var þarna rétt en það er sem sagt en þau voru búin að í mörg ár reyna að fá eitthvað húsnæði og einhverja hjálp frá borginni en hana var ekki að fá fyrir en þarna fáðu við þessa lóð og byggja sjálf með þessa stráka og ég hef heyrt alveg frá þeim að þetta hafi verið svolítið sveita sæla þarna í Árbænum. Þannig að hverfið var ekki alveg komið þá? Nei, það var á leiðinni en það er komin þarna Hraunbærinn og þessar stóru miklu blokkir og þar kynnist afi minn nýjum vinum, hann var ennþá vinur Kristjáns Viðars og fleiri hann er í bæ en þarna kynnist hann líka fleiri krökkum og þetta sumar 1968 var ansi skrautlegt hjá honum og hann endar á því að taka út lengsta gæsluvarðhald sem að nokkur úlingur hefur tekið út á Íslandi. Það eru 9 mánuðir sem að hann er í einangrun fyrir hvað? Sem að hann kynnist þarna. Sko, hann segir sjálfur í viðtali í Helgapóstinum að það hafi verið fyrir bílaþjófnað og vissulega var hann grunnaður og á endanum dæmdur fyrir það. En þetta var allskyns önnur svona smávægileg þjófnaðarbrot, skjala, fals, hann var að falsa einhverjar undirskriftir á einhverjum hvað heitir þetta? Ávísunum? Já. Það er svona ungur og það mannst ekki þetta þeim? Nei, ég maður ekki ávísunum sko.
og Þannig að hann er smákrimi. Hvað er hann gamall hann? þarna 68 þá er hann hann er 16 ára gamall þarna í október verður hann 17. Hann er komið á glapstígu, eins og sættir. Já, en þú getur ímyndað þér það, Gunnar Smári, ef að þú ert sem sagt þarna, eins og ég segi, þarna þetta er fyrsta sumar þar sem er minni strúktúr hjá honum, hann er ekki sendur í sveit til Svövu frænku, að sko að lenda í því að vera einhvern veginn settur í gæsluvarðhald í 9 mánuði, 17 ára gamall, þú kemur ekkert út úr því og ert bara, jæja, núna ætla ég að bara sko Það er engu tekist. ég held Það er rannsóknir á þessu, þú getur ekki sett neitt í gæsluvarðhaldi 9 mánuði sem að kemur út bara betri manneskja sko. Nei, það er ekki hægt. Þannig að þetta tekur hann með sér og það eru svona eftir því sem að ég hef náð En af hverju heldur þetta sé? Af hverju er 16 ára strákur byrjir ávísnafalls og ykkur þjófnaði og bílaþjófnaði settur og geymdur í 9 mánuði í gæsluvarðhaldi? Ég hef lesið gæsluvarðhald úrskurðina. Það er bara að fátæku fólki og það er strákur og gott á hann. Sko það sem að þeir segja fulltrúar kerfisins er að þetta hafi verið eitthvað svona að honum hafi staðið einhver almenn ógn, ég man ekki hvað orðalagið var, þetta voru ekki rannsóknar hagsmunir eins og stundum þegar þeir eru núna í dag með fólk hérna í endalausum gæsluvarðhaldum ennþá, en með hann þá var þetta eitthvað svona, já, almanna að samfélaginu stóð ógn af aðeins. Samfélaginu stóð ógn af honum. Svipað og menninir sem eru núna í gæsluvarðhaldi út af hryðjuverka. Já. Og við getum sko alveg sko, ég myndi aldrei taka undir þetta orðaval en núna sko síðustu 4 ári er endar hættur. Ég er búin að vera að vinna á velferðarsviði Reykjavíkurborgar með sem sagt ungu fólki sem að og ég hugsa svo oft með mér bara þarna er verið að beita sko dómskerfinu refsivendi lögreglunar á þennan úling, margar fleiri, þú veist, hann á meti þarna 9 mánuði en það segir sjálft að þeir voru miklu fleiri sem að lentu í líði en ég held bara að hann hefði miklu frekar haft gott af einhverju félagslegri hjálp. Heldur þetta sé þannig að ef hann hefði farið þetta sumar upp á Kleppjólfsreyki að þá hefði ævi hans orðið öðruvísi? Er þetta þannig? Nei. Það vendipunktur? Nei. Ég held að það hefði kannski frestað í eitthvað. Já. Ég segi bara svona. Já. En það er rosalega, þetta er skemmtileg spurning. En þetta með hverju mann kynnist og svona, þú nefnt það hérna, hann hafi kynnst Kristjáni Viðari. Kynntist Sævari. Sævari og svo talar líkum þegar hann var upp í Árbænum að þá hafði hann kynnst 9 krökkum. Hefur skiptið það máli? Eða hann hefði alltaf kynnst, hann hafði ekkert aðgengi inn í samfélagi nema til svona samfélags? Sko núna kynntist ég bara honum afa mínum sem að var fullorðinn maður. Þroskaður maður. Og ég velti fyrir mér, það eru núna mann ég ekki einu svona eftir þessari rannsókn, en ég hef heyrt svona að sumir strákar, ungir kallar, að þeir þurfi bara aðeins lengri tíma. Þannig að jú, að einhverju leyti sko velti ég fyrir mér og hann afi minn sem fullorðinn þroskaður maður, hann átti vini úr öllum lögum samfélagsins sko. Það var ekki, hann gat alveg. Og hann var ekki líkur þessum úlingi sem þú ert að lýsa, hann var ekki friðlaus og hann sat vel í sjálfum sér. Algjörlega. En hvað varðum þá annan dreng sem að dó hann inn á Litla-Hrauni? Þessi ADHD maður sem hann lýstir á hann? Nei, en hann fann sér heilbrigðari farveg og við til dæmis sjáum það, hann var þarna formaður einhvers fótboltaklúbbs á Litla-Hrauni, hann fór að spila fótbolta á fullu
hann hafði mikla hæfileika þar og keppnismaður og íþróttamaður. já, síðan fer hann og hann er fyrsti einstaklingurinn til að ljúka sérstöku námi sem að Fjölbraut á Suðurlandi sett upp á Litla-Hrauni á sínum tíma. Hann útskrifar sem rafsuðumaður, kemur síðan út og byrjar að vinna sem rafsuðumaður hjá Héðinni og það er svona aktív vinna. Ég tala við fyrrum kollegans og þú getur ímyndaðir, þú veist, hann er að fara borða á einhverju skipi og hann er svona, þú veist, þetta sem að hann kannski gat, þessi líkamlegi kraftur og þessi snerpa, hún fann sér bara heilbrigðari farveg, held ég að sé öruggt að segja. Og þarna komum við aftur inn að þessu, þú veist, ef að þessi úlingur þarna, 16-17 ára, hefði fengið einhver betri úrræði heldur en bara einangrun og stíf niðurlæging. Og kannski ekki bara að hún væri alltaf ítt í burtu. Það er náttúrulega, hann fær ekki úrræði heldur er það frekar í hináttina að honum er allt út í svona samfélag á jaðrinum. Já, en sko, ok, nú er ég búin að lýsa honum þegar hann kemur út, en ég held að það hafi alltaf verið svona, það var alltaf þessa tengingu samt við jaðarinn og ég get alveg lýst því að sko þegar ég var krakki, ég man vel eftir því við gátum ekki farið í Mjóddina eða Kringluna eða neitt án þess að afa mér stoppaði og talaði við einhvern sem að sko augljóslega var eitthvað útigangsmenn, fólk sem var bara lyfjað, drukkið einhvern veginn á jaðrinum. Þegar hann var fordómalaus og tók öllum eins og þau voru? Hann var fullkomlega fordómalaus og hann vildi bara hjálpa, hann vildi bara heyra í fólki, hann vildi bara mæta fólki þar sem það var statt og þannig að ég sá þetta og þannig að ég ólst upp bara við að ég stóð að gefa þér þetta? Ert þú fordómalaus? Ég stóð bara þarna við hliðina á honum og fylgdist með þessu og ég myndi segja að fordómalaus gagnvart sko þessum hópi, ég hef kannski fordóma gagnvart öðrum hópum. Nefnir þeim sem eru að kúa þennan hóp? Ég hef til dæmis kannski hef ég fordóma fyrir ákveðnum valdaklíkum, ákveðnum starfstéttum í þessu samfélagi sem að mér finnst ekki eiga það tilkall til þess vald sem að þau hafa. Það eru kannski fordómar út af því að ég þekki ekki það fólk. En það er ekki byggt á einhverju greiningu á samfélaginu? Jú, ég segi sjálfur mér það, en kritingin sem ég kemur á sjálf á mig er svo bara, ok. Er það eitthvað sem að þú varst svarfið hjá afæðinum? Nei. Svona andóf, kerfis andóf. Já, og í hvert skipti sem að einhvert vald kemur að þá sperrir hann sig? Lætur ekki segja sér? Sko, hann var alltaf, hann hefði alltaf séð málin frá sjónarhóli lítilmagnans, alltaf frá sjónarhóli þess sem að hafði ekki valdið, og hann hefði örugglega kvartað yfir valdinu, en ég veit ekki hversu langt hann hefði gengið í að fattar mig, að einhvern veginn beita reiði sinni að þeim. Að bölva löggunni þegar hún gerir fram í eitthvað svoleiðis, þú manst ekki eftir því? Nei, ég man ekki eftir því að hann hafi bölvað einum né neinum. Þó hann hafi haft ríkt tilefni, ekki hallmælt. Neinum manni? Ég man ekki eftir því. Get bara staðhæft það hér og nú. Herðu, en við skildum við hann þar sem hann kemur út úr 9 mánaða gæsluvarðhaldi. Já. Líklega hefði komin 1969 þá. Það var komin október 1969. Hvað er hann þá? Þá er hann bara komin aftur út og ég held að það sem að gerist þá er að hann reynir einhvern veginn eftir besta megni öllu sínu afli að koma á einhverjum stöðuleika, eignast þarna kærustu, eignast
barn sem að ég held að hann vill ekki aftur inn. Það var bara það síðasta sem hann vildi. Og hún sem sagt, hann eignast gerist, hann eignast barn, ég held að það hafi verið 1973 sem hann Arnar fæddist, og hún Hulda, barnsmóðir hans, hún sko var fenginin sem vitni meðal annars, og ég hef lesið hennar skýrslu í Guðmundur á Gerfismálinu, og hún lýsir honum á þessu tímabili 1974 fyrirgefið, þegar að Guðmundur Einarsson hvarf, og það er reynt að sko einhvern veginn ná einhverju upp úr henni, og hún segir bara á þessum tíma að þá var allt bara í tiltölulega mikilli röð og reglu á honum. Jú, hún sagði ég get ekki útilokað, hann var stundum að fara með hinum á þessum félögum sínum sem hann hafði kynst niður í bæ og upp í Árbæ. Já, en hún segir svona að mestu leyti þau voru búin að fá sér sko íbúð saman upp í Breiðholti, Kríuhólum held ég að hafa verið, frekar en nei, ég man það ekki alveg, Hólahverfi eitthvað staðar. Þannig að hún kemur fram með þennan vitnisburð, og það er minnst lítið gert við hann eins og öllu öðru sem að hefði getað hjálpað þessu fólki. Þannig að ég svona sko jú, það var einhver svona augljóslega einhver starfsemi, og hann fór einhvern tímann oftar en á litlar hönd sko áður en hann lenti í Guðmundarmálunum. Já, fyrir hvað? Sko, það sé ekki bara eitthvað svipað á þetta sem ég nefndi áðan. Það er eitt sem að ég ekki ofbeldisbrot man eftir, sko það er eitt ofbeldisbrot, og svo er einhver svona, hann skrifar sjálfur og þau gögn eru varðveitt, hann er svona að reyna að hjálpa þeim sko rannsakandum í Guðmundar og Gerfismálinu eins og vel og hann gat, og hann var að reyna að rifja upp sko öll möguleg slagsmál sem hann hafði lent í á síðustu árum, hann var að reyna að muna allt sem hann gat, og það er á þessum tíma að hann hugsaði með sér, já ok, þú veist það hlýtur að vera eitthvað fyrst að þeir eru að yfirheyra með svona stíft þetta, og hann er sko, jújú, en þegar maður les sko þessi slagsmál og fleira sem maður lendi í, er að sko það er oft sem að, og ekki það sem neina afsökun, oft áfengi sem að og ekki lent endilega í, hann er uppasmaður af einhverjum slagsmálum. Já en það sem hann gerir er samkvæmt þessum bréfum sem eru, og ég hef ekki farið að tala við þetta fólk sko, sem er þarna nefnt, það veit ég ekki hvort að það væri rétt, en hann segir alltaf ég hef reynt eins og ég get að sko bæta fyrir það, biðjast afsökunar og svo framvegis. Hann var mjög rétt sín maður. Og þá var hann að segja þetta eftir hann raunlega kemur út úr fangelsinu, að hann hafi reynt að bæta fyrir það þá, eða er hann að segja þetta 74-75? Hann er að segja þetta 74-75. Já, þetta er kannski verið svolítið ruglingslegt, það þyrfti að vera hérna almennileg tímalína, en ég er bara glaður að fá þess að upprifin það, svo það er svolítið langt síðan ég var að grúski í þessu. Ég er að spyrja vegna þess að þú kannast við að sumi segja eitthvað, já þetta voru ekki kórdringir, ég held að hann og einhver lögfræðingurinn sagt þetta. Hann var settur saksóknari, hann Ragnar Hall. Var það hann sem sagði þetta? Það ekki, ég held það. Og hann gerði það. Sem var svolítið svakalega setninga til að þýðir að þetta fólk, þóttu við hafi kannski ekki gert þetta, þá hefur bara gert eitthvað annað. Já, þau hefur kannski bara átt þetta skilið. Já, það er bara þannig. Og þetta er svona það sem að maður sér stundum í íslensku samfélagi enn þann dag í dag. Maður sér kannski einhverja jaðarsetta manneskju sem að er að reyna að kannski halda einhverju fram eitthvað misrétti, þá kannski að vísa manneskju úr landi, eða það er eitthvað í gangi, og valdið stígur fram, og í staðin fyrir að tækla sko það sem að raunverulega er verið að tala
bara þarna kannski einhver atburður eða eitthvað mjög praktískt sem hægt bara að sannreyna, þá farið því að segja bara já, en þannig sérðu að þessi maður með þessa sakaskrá og þannig sérðu að þessi búin að vera í þessu eða hinu. Þú veist, þetta er ennþá aðstofan að dómsmálaráðherra að gera þetta gagnvart manni, bara að fara að bera út sögur hann til þess að grafa undan vilja fjölmiðla til þess að fjalla málið. Þetta held ég gegnum gangandi, sko, það þetta eins og sko einhverjir sko meintir siðferðisbrestir á einhverjum öðrum stöðum, sko, að það eigi einhvern veginn að sko gera það að verkum að við eigum ekki að hlusta á eða við eigum ekki að taka mark á eða við eigum ekki að sko við eigum bara að henda út með ruslinu. Fyrirgerir rétti viðkomandi til að fá bara eðlilega málsmeðferð. Fyrirgerir rétti og bara eðlilegri kröfu kannski, krafan kannski að bara að þú skoðir þetta sem að ég að segja. Skoðir þetta sem að ég að halda hér fram að lögreglan hafi misþyrmt mér, að það hafi verið farið svona með mig. Þetta bara ég hafi verið að horfa sjónvarpið með mömmu eins og við Sævar eða. Og það ekki fræðilega möguleiki að ég hef getað keyrt bílinn. Það svona, við nú setið hérna við þetta borð og rætt við ýmsa sem að hafa áhuga á gerðismálinu og við farið yfir svona ýmisleg mál í þessu. Þetta náttúrulega mjög götótt rannsókn. Sko, hún hefur lýst í hún Sofía sem þú fékkst hingað og mér finnst það svolítið góð myndlíking hjá henni. Hún segir sko rannsókn Geirfinnsmálsins, þannig að Keflavík 74, að það mjög svona götótt net, en hún segir sko Guðmundamálið að það hafi, hvernig lýsir hún þessu? Hún segir að það hafi bara verið ekkert. Það er bara hóla. Já, mér finnst það svolítið gott hjá henni. Góð lýsing. Þetta nú þú náttúrulega þú sett tengdur málinu, þá er þetta langt frá þér í tíma og hvað heldur að hafi gengið á hverju eru þessi krakkar teknir og einhvern veginn á hverju bara dragast þau inn í þetta mál? Hvað veldur því? Sko ég held að það megi tala og þá erum við að gera ráð fyrir því, þetta er saklaust fólk út í bæ, bara í sínu lífi, en allt í einu er það komið inn í endalaus gæsluvarðhald, grunaðum tvöföld morð og ótrúlegt samsæri, því að sko sagan er alveg ótrúlegt samsæri í dráttarbrautinni þar sem fjöldi manns sem eru saman í því að myrða mann og svo aftur í Hafnarfirði og þetta er eiginlega mál sem eiga sér enga, sko ef að sagan væri sönn, þá er þetta eiginlega mál sem eiga sér enga, það ekkert líkt í Íslandssögunni sem eins og þetta. Hvað veldur því að þessi krakkar lenda inn í þessu? Sko, ég held að það eru tveir þræðir sem að ég vil kannski nefna hérna og það er annars vegar sko þessi áhugi sem að ákveðnir aðilar innan kerfisins höfðu á klúbbnum sem að við höfum verið að heyra hérna í þáttunum þínu meðal annars og við sjáum það að strax árið 1972 eru þeir með klúbbin í siktinu og nú hef ég sko sjálfur ég hef setið í réttarsal og ég hef hlustað á sko til dæmis Ragnar Aðarstinsson þegar hann er að vinna í málunar Erlu Bolladóttur, hann þarf náttúrulega að koma með counter-narratív og ég hef hlustað á hans sko frásögn allt frá því 1972 hvernig þeir voru á eftir þessum skemmtistað og og ég hef séð þetta líka, núna var nýleg fræðigrein sem að réttarsálfræðingurinn Gísli Guðjónsson skrifaði og hann telur að það hafi verið, ég held að ég fari orðrétt með þetta og þýðið þetta rétt er að hann segir sko stærstu mistökin voru hversu mikinn fókus þeir settu á að ná þessum klúbbmönnum þetta snerist það. En krakkarnir er ekki í klúbbinu? Akkur eru þau að blanda inn í eitthvað sem bara tengist þeim ekki neitt? Þetta var þráður nummer 1, það er þessi áhugi á klúbbnum og síðan hefur þessa krakka ég held að ef ég nefni afa minn sérstaklega að þá held ég að þar hafi verið einstaklingur sem að þeir vissu að var í mjög
viðkvæmri stöðu, hafði mjög veikan félagslegan bakgrunn og að þar hafi þau fengið þar hafi, og þetta kannski hljómar eins og hrikaleg samsæriskenning, en þar hafi þeir fengið puttana sína til að benda á klúbbinn, til að gera það. Ég vonum að geta sett klúbbmennina í gæsluvarðhald og brotið á þannig að þeir myndu játa þetta á sig og þá væri bara krakkarnir farnir, væri búið en svo virkar ekki hjá þeim og þá flytjaðu sökina yfir á krakkana. Það sem að það er einhver vendipunktur sem augljóslega á sér stað. Þú afsakar ég að spyrja vegna þess að þetta er svo skrítið Já, það er ákveðin vendipunktur sem að augljóslega á sér stað þegar að það er ákveðið að sleppa klúbbmönnum og Karl Schütz er fenginn til landsins, að þá snýst allt að klína þessum drifkrafti málsins á þessa krakka. Það var allt lagt í það og allt lagt í að fá Kristján Sævar og Erlu dæmtir rangar sakagiftir og það held ég að hafi verið viðbragð við þeirri stöðu sem að var þá komin upp að bara þetta bara gengur ekki, við náum ekki þessum köllum fyrir þetta. En og þá verður það að kenna krökkunum það að hafa bent á þá. Já. Og úr því að við erum búin að því þá bara dæmum við fyrir tvöfaldmorð. Já. En þau voru náttúrulega búin að skrifa undir þær skýrslur. En ég vil líka segja það, ég nefndi þessa 2 þræði, en það sem að ég myndi vilja sjá og þá kröfu í rauninni sem að ég geri og fleiri er að núna þegar að dómskerfið er búið að sýna það og sanna að það hefur engan áhuga á að vinna að lausn þessa máls og komast að því hvað raunverulega gerðist. Þau hafa engan áhuga á sannleik, þau hafa engan áhuga á réttlæti. Núna Hæstiréttur henti þess út, hann nefndi ekki að tala fara hann í málsatvik, hann hefði alveg haft tilefni til þess. Svo að ákærandinn hafi fellt niður? Já, hann bara, ríkissaksóknari settur, Davíð Þór, hann var með sinn málflutning, svo voru lögmennirnir með sinn málflutning og Hæstiréttur hefði alveg getað farið ofan í það að segja af hverju við erum að sýkna þetta fólk, en hann ákveði bara að henda þess út. Svo erum við með þennan nýja kolvittlausa dóm við endurupptökubeiðni Erlu Bolladóttur og það sem að þarf að gerast, finnst mér, er að núna þegar dómsvaldið er búið að sýna þetta, það verður engan áhuga, það er bara búið að henda þess út með þessum með vinnubröðum sem að er í rauninni bara ótrúlega á lágu plani, þeir nenni ekki einu svona að koma sér inn í málið þessi dómarar hana. En það sem að þarf að gerast þegar að þessi angi ríkisvaldsins hefur brugðist eins og dómsvaldið hefur augljóslega gert í þessu, kannski bara treysta þeir sér ekki til þess að fjalla mistök sinna kannski læri feðra og einhverja kalla sem að þeir horfa rosalega mikið upp til sem þau kasta rýrð á kerfi sem er vinni innan, kannski bara treysta þeir sér ekki til þess og er það þá ekki einhver annar angi ríkisvaldsins, til dæmis löggjafinn, það er Alþingi er með ágætisverkfæri, rannsóknarnefndir sem að Alþingi geti sett á stofn og farið ofan í það að núna erum við með þessi 2 narratív, við erum með þennan dóm sem að segir að þau Erla, Sævar og Kristján hafi farið þarna upp á Grettisgötu, hist eftir að það var búið að myrðan Geirfinn og þau hafi kokkað upp samsæri, að þau hafi þar ákveðið að ef að spjótin skyldu beinast að þeim, að þá myndi þau færa sína sök yfir á klúbbmennina. Núna erum við með þann dóm og síðan erum við með þetta counter-narratív
sem að margir hafa verið að halda, meðal annars þetta fólk sem að þú ert búin að vera að fá hinga á rauðaborðið, meðal annars þetta sem ég hef búin að vera að vísa í Gísli Guðjónsson, Ragnar Aðarsteinsson, flestir sem hafa skoðað það, sem ekki inn í kerfinu. Já, flestir sem hafa komið sér sko. Já, ég held að, ok. Það er bara þannig, margt þetta er einhverjum sem er svona utan kerfisins sem hefur skoðað þetta mál, sem eru ekki komist einhvern veginn að þessari niðurstöðu. Ekki fljótu bræði, ekki þegar þú segir það. Það er einhverjir svona blaðamenn sem að tóku þátt í að skrifa á 8. áratuginn sem að stökku oft fram og segja að dómurinn hafi verið réttur. Já. En það er ekki byggt á einhverju seinni tíma skoðun. Nei. Það er bara fyrst og fremst þeir að verja hvernig þeir skrifuðu mál á þessum tíma. Já, en bara svo að ég segi það að mér þætti bara það vera rétti leikurinn í þeirri stöðu sem er komin upp, rannsóknarnefnd til að sko ekki bara gerfismálið og það sem að ég myndi vilja er að við myndum fara aðeins aftur í tíman, myndum fara aftur til 72, við myndum skoða hvernig var búið að fara með klúbbmenn, við myndum skoða sko hvernig atburðarásin hafði verið, við getum skoðað, hún Erla núna bara í nýlegu viðtali í mannlífi lýsti því og ég var að tala þú veist, ég var búin að segja afi minn var með þennan veika bakgrunn, síðan erum við með þú veist, Erla og Sævar lögreglan var byrjuð og aðrir aðeinar í öðrum stofnunum voru byrjuð að leggja þau í einelti fyrir þann tíma, þau voru búin að sko taka þau út Út af hverju? Að þau voru öðruvísi? Hún sagði hún Erla að þetta hafi verið út af einhverju sem að Sævar gerði genusinu sko sem að hann var settur inn í einangrun, ég bara man ekki hvaða málið það var, en af hverju það var, jú, það er einhver svona sko örugglega í augum þessara manna, ég sagði að ég væri með kannski einhverja fordóma gagnvart fólki með ákveðinu valda stöðu, en ef ég reyna að setja mig þeirra fótspor, þá eru þeir örugglega ekki að hugsa bara, já, við ætlum að nýta þessa drullusokka sem einhver verkfæri sko. Þeir sjá örugglega eitthvað í Sævari Sísarski sem að ég hef aldrei séð og veit ekki með þig. Það var svolítið Sævar, svona, það var eins og sko löggan bara þyldi hann ekki sko. Nei. Það var bara eitthvað við hann, nafnið hans, hvernig hann leit út, svona attitútið sem hann hafði, það var svo augrandi eitthvað valdinu og þeir bara þoldi hann ekki. Nei, hann var sko talandi við vorum áðan að tala þá sem að sko kerfið gerir í að sko segja séu ómarktækir og fólk sem að svona, hann tikkar í öll þessi box og kerfið augljóslega, já, það eru ákveðnar típur sem að kerfið er með óþol fyrir og hann var einn af þeim. Já. Og þessum tíma var náttúrulega nóg að bara heita Síselski sko, af því að þetta var svo einsleitt samfélag og það var bara eitthvað, maður trú öllu illu upp á. Þetta er á þann tímum þegar Íslendingar fóru til Sólanda og tókuðu með sér íslenska mat því að maturinn í útlöndum væri svo hættulegur. Þannig að einangrunum var svo stórkostleg. Herðu, þetta mál, þú hefur, það hefur verið endurupptaka og þú hefur fylgst með því og þá kemur þetta fólk saman og koma ættir þessara fólk saman. Já. Hefur þú kynst þessu fólki og afkomendu þeirra? Já, ég sko eins... Hefur þú tengingu við það fólk? Er þið fólk sem hafið líða fyrir það sama? Eins sko hrikalegt og þetta mál er og eins sko systematískt og kerfið vann í því að sko einangraðu hvert frá öðru, það var alltaf verið að til dæmis í dagbókunum hans afa míns þá er alltaf verið að reyna, þá segir hann þú veist, þeir eru að reyna að fá hann upp á móti Sævar og Kristjáni, það er reynt að íta undir sko einangrun og kerfið bara vann þannig, en eitt af því sem að ég held að hafi gerst og það sem að ég sko í þessu, eins og ég segi, þessu ömurlega máli að ég sko, mér finnst ég að vera það heppinn að hafa fengið að kynnast til dæmis henni Erlu, vinkonu minni ég fengið að kynnast hérna líka afkomendum Sævars, sérstaklega tveim elstu strákonum hans sem að heita Sigurþór og Hafþór og ég tel vera bara mína góða vini
ég hef átt En samtöl þetta ömulega mál hefur fært þér margt gott. sko allavega sko þessa tengingu við þetta við fólk sem að einhvern veginn sko getur aftur þetta í mínu tilfinningalífi, þá tengist þetta náttúrulega allt afa mínum og ég fæ þarna einhverja línu skilur mig, já. Það ekki þannig að þið hafið reynt það sama að það sé auðveldra fyrir þig að tala þessi mál við þau, heldur til dæmis við mig, vegna þess að þið einhvern veginn, það sé eitthvað í þessu sem svona ósegjanlegt sem að þau skilja þig frekar heldur en að ég eða eitthvað sem að raunverulega alltaf að geta mig til hversu þungbært þetta eða sko það náttúrulega veistu það, ég held bara að ég ætla að leyfa mér að segja það og ég held að sko svona þú veist, mínir svona venjulegu vinir og venjulegt fólk sko að ég á alveg erfitt með að tala við fólk þetta fólk er bara svona, þú veist, veit ekki fólk skilur ekki, fólki finnst þetta augljóslega óþægilegt sem að þetta er bara gríðarlega og þú komið stóran pakka og setja í fólki já, en ekki þú getur talað við Sinni Sævars og við gerum það og eins hef ég talað við Guðjón Skarphéðinsson og ég hef átt mjög góð samskipti líka við eiginkonuna hans Klöru, ég hef talað við Albert Klan í síma núna nokkur sinnum og og það er bara, ég myndi segja að það væri bara svona eitthvað ósagt og eitthvað svona sem maður fær að sleppa því einhvern veginn að útskýra ég veit ekki alveg hvernig Náður að kynnast Sævari? Ég fekk ekki kynnast Sævari sjálfum ég held að ég hef séð hann bara einu sinni ég held ég hefði munið eftir því að ég hefði séð hann áður, en ég sá hann í jarðaförun hans afa minns. Afi minn var jarðaður í maí 2009. Þá er það verið að byrja að drekka aftur og Sævar þá sko held ég að hann hafi verið í sko kannski einhverri hræringu náttúrulega félagi hans þarna. Afi minn var fyrstur af þessu ranglega dæmda fólki til þess að deyja, þannig að kannski var hann þú veist hann var mjög fyrirferðarmikill þarna í þessari jarðaför, þannig að hann fór ekki fram hjá mér þá. Þó ég hafi, og þarna í jarðaförinni ég held að það hefur ekkert verið minnst á þetta mál sko, þannig að þú varst að tala um hérna hvernig þetta gat farið fram hjá mér. Það var ekki talað um þetta þar. Nema ég hafi blokkað út. En Sævar dó stuttu eftir þetta? Það var ekki langt. Það var ekki löngu eftir þetta, nei. Og líklega verið þið sagt að hann hefði dáið úr alkoholisma? Sko, var þetta ekki slys sem að lendi í? Já. En ég man eftir honum þegar hann kemur til landsins, alltaf þessi ekki 92, 93 og byrja að hefja baráttuna, þá var hann alveg engar glæsilúr. Það var bara, það er bara svo glæsilegt að sjá þetta, sko. Eitthvað sem er svona algjör underdog og rís svona upp og fer í svona baráttu, það var bara, þetta er bara fallegt það sem maður sér og það er bara þannig að Sævar svona 92, 93 var bara eitt af því glæsilegt í Reykjavík. Það er bara þannig. Ég held að það sé alveg óhætt að sko, ef við tölum um glæsileika og útlit, hann hafði þetta. Já, þessi bara vilji og bara óhrættur við að fara að ráðast á bara stærsta veginn. Úr verstu stöðunni. Það er náttúrulega það hefur eitthvað verið að segja það, ég held að það verið Tryggvi sem var að segja þetta, að það var enginn sem var til í að tala um gerfismálið sko 1990, 92, bara enginn. Það bara Tryggvi sagði að sér að það verið hent út úr partíu þegar hann fór að tala um þetta. Það bara vildi ekki ræða þetta. Og Sævar kemur inn í svoleiðis samfélag og byrjar að berjast sínum baráttu. Og þá einhvern veginn kvikna og fara margir að vinna með honum. Það er bara þannig. Já, og sko þó að þetta hafi verið þessi hrikalega niðurstaða Hæstaréttar sem að hann fær á endanum, ég held að það hafi verið 97,
að sko þá að kerfið hafi ekki breyst neitt, að þá sko það sem maður sér þó, og núna ég búin að vera að skipuleggja samstöðufund með Erlu Bolladóttur og í þeim samtölum hefur meðal annars talað við fólk sem að man eftir útifundi sem að Sævar hélt eftir að hann fekk neikvæðan úrskurð 97 á Lækjatorgi og þar var bara sko fullt af fólki. Hann hafði náð til fólks og þó að kerfið hafi brugðist að þá held ég á þessum tíma það eitthvað svona í samfélaginu sem að er að gerast. Þetta kemur okkur náttúrulega við. Já. Okkur hinum sko. En ekki þjóðinni þinni. Það kemur okkur við. Já. Og þú sér það líka bara á öllu sem hefur verið skrifað og fjallað þetta mál. Að það eru mörgum, þetta kemur okkur við, þetta sem allt hætti það kemur ykkur við. Já. Og þetta það sem að mér finnst vera svolítið sem að ég búin að vera að svona glíma við núna koma upp einhverjum svona samstöðu fundi. Það allskyns fólk út allan bæ sem að sér í máli Erlu Bolladóttur hluti sko tengja við einhverja þætti af hennar frásögn og af hennar reynslu og sjá til dæmis þetta kynjaða sjónarhorn og fleira og mér finnst bara sko og það bara þannig sem að við sem manneskjur fungerum, við fáum áhuga á einhverju út af því að við sjáum eitthvað í einhverju máli og ég bara, það ótrúlegasta fólk sem hefur sagt þetta órétt sem að við viljum berjast gegn. Já, ótrúlegasta fólk sem hefur sagt mér að það sjáu sko einhverja ömurlega málsmeðferð sem að það fekk í einhverju allt öðru máli, að það sjáu sko sjálft sig í Sævari Ciesielski. Þetta bara, þú veist, það bara þannig sem manns heilinn virkar og ég skil þetta líka og því að sko þegar ég flutti og ég kannski það var ákveðin flótti hjá mér. Ég var mjög lengi búsettur út í Kanada og kláraði mastersgráði í sagnfræði þar og þar var ég sko, þar voru sko ólíkt á Íslandi, þar voru allir krakkarnir sem voru að skrifa þar voru að skrifa eitthvað sem að stóði mjög nærri og það voru margir sem voru að tala og voru að vísa í sko sögu og réttindabaráttu frumbyggja þar út í Kanada og ég átti bara svona, þú veist, á ég að vera eitthvað að tengja við þetta, en þau voru í bara glímu eitthvað, þú veist réttin yfir einhverju landi eitthvað staðar sko en hvernig réttakerfið og hvernig valdið tók á þessu fólki og þessi endurtekna þolenda skömmun sem maður til dæmis hefur séð sko núna í Kanada, það hafa verið mörg mál þar sem að krakkar sem voru vistaðir á svona heimilum sem voru bara, það var þú veist, þau voru rifin úr sínum samfélögum og mátt ekki tala sitt tungumál sko að og síðan koma þau og að reyna að leita einhvers réttar og þá bara sagt við út af því að þú veist og þau lýsa bara sínu lífi bara þú veist ég lendi í þessu lendi í sko mögulega vímuefnaneyslu mögulega þú veist afbrotum lendi í þú veist allur þessi pakki þá koma sko kallarnir lögfræðingarnir og segja bara svona já það ekki þetta fullir að það að sko þessi kynferðislega misnotkun sem að þú lendir í þarna það hafi eitthvað haft einhver þessi áhrif sko þolenda skömmunin í bara og þetta var það sem að krakkar voru að tala þarna í þessu námi og ég hugsaði mér þá get ég alveg leyft mér að fara hún í þetta þannig að ég var að spegla mig í einhverju sem að ég á náttúrulega bara enga þú veist, fólk myndi segja þú hefur enga tengingu við þetta lið en ég gerði það samt og þannig að núna þegar ég heyri fólk vera að tengja við þetta mál úr ýmsum áttum að þá segi ég bara fagna ég því og meira að segja leyfi ég mér að segja hérna á samstöðinni að sko þegar að það koma hérna bankamenn fram og segja að þeir sjáu eitthvað þá ranglótu málsmeðferð sem að þeir hafa fengið bara hver ég að segja að það sé ekki þannig og þeir kannski lýsa því að það sko upplifa að það hafi verið eitthvað andurslott í samfélaginu
eins og var á þessum tíma og þetta bara sko Guðmundar og Geirfinnsmál það er bara svona sko þetta er bara svona þetta er það stórt að sko mér finnst bara eðlilegt að fólk sko samfélagi verður að gera það vegna þess að annars lifum við í eitthvað svona lígi og það er ekki gott ástæða fyrir að krakkarnir í náminni á þér voru að endurskrifa kanadíska sögu er að við verðum að fá að lifa í einhver svona sannleika þannig að við þurfum að ganga í gegnum þetta og ég held að Geirfinnsmáli sé bara dæmum eitthvað slíkt. En varandi hópin þetta fjölskyldu sem það hafa áhrif á nú eru setið inn í það sem hefur verið að til dæmis þegar sýknudómur kom varstu í Hæstarétti þá? Ég mætti eða þegar fjall var fellt niður málið? Ég mætti í Hæstarétt Þá voruð þarna mörg og þá sittur þú með fólki sem að fjölskyldum sem eru markað þessu máli Hvernig finnst þér er góð stað á þessu fólki svona miða við það sem hefur af hverju er þessi? Sko ég hugsa að það sé sko þegar að þú verður fyrir einhverju svona ég held að sko þetta getur ekki verið heilbrigt en ég held að sé eitthvað svona sérstaklega fólki verður sérstaklega umhugað svona hvernig það svona kemur fram og allt sómasamlegt og heiðarlegt og það verður að vera það út af því að þessi risastóri baggi er það þannig að ég held að kannski útskýri það að einhverju leyti okkur þetta er svona og ég vil ekki gera sko lítið úr því þú veist afi minn hann var hann fekk krabbamein og ég held að sko þú veist og heilsan hjá þeim mörgum þú veist ég ætla ekki að ímynda mér einu sinni áhrifin að sko að þurfa að einhvern veginn síðan að koma út í samfélagið með einhvern veginn eins og afi minn gerði með höfuðið hátt bara dag eftir dag þú veist það getur ekki hafa verið eitthvað djók sko hver skiptir sem að nefni nafnir sitt að þá svona listi fólk upp allir augaborðinu ætli það ekki man finnur það í allstað sem hann kemur að fólk veit hvernig það er og dæmir hann ég hugsa það En þið krakkarnir þið veriðist vera svona að spyrja í ykkur Er það ekki? Ég myndi alltaf það Þú nefndir Erlu áðan, það er vinkona þín. Getur þú sagt mér eitthvað frá henni? Þú ætlar að standa fyrir ásafleirum fundi á morgun. Já. Það er laugardag klukkan 2 á Austurvelli. Og Erla, sko, við kynntumst núna, manni ekki nákvæmlega hvernig það var, en sko fljótlega skynjaði ég frá henni mjög mikla velvild í minn garð og ég gæti ekkert gefið mig það, þú veist, maður veit ekki neitt, þú veist hvernig svona einstök sambönd voru sko, en ég skynjaði það strax og úr varð að við höfum átt mörg góð samtöl oft hist og spjallaðum ekki bara sko þetta mál, eins og ég segi, hún er vinkona mín, við tölum bara allskyns hluti og mér finnst ég vera njóta þeirra forréttinda að fengja einmitt eins og ég nefndum afaminnið náðan, að fengja að kynnast svolítið bara Erlu eins og Erla er ekki bara Erla Bolladóttir sakborningur í þessu máli og hún er bara þræl fyndin og hress og öflug kona og ég bara virkilega dáist að henni og ég horfi á sko þessa baráttu sem að hún er enn þann dag í og ég hugsa að sko hún sé eitt af mínu svona inspirasjón, ég fæ innblástur þegar ég svona hugsa þraut
segjuna, hvað segir við? Þrautsegjuna, já. En afiðinn og Sævar og þeir hafa fengið svona uppreisn æru og eitthvað hluti. Já. Það er engin sem eða fáir sem eru eitthvað að bera á eitthvað sög. En Erla hefur eitthvað ekki fengið. Nei. Akkur er það því hún er kona eða? Sko þannig það. Ég hef fengið. Eða er það vegna þess að til þess að sko sýkna hana að þá situr eftir hver bjóð til söguna og þá lítur það að vera löggan. Sko það núna bara aftur ég veit ekki svarið við þessari spurningu. Ég les sko þennan nýjasta dóm og ég sé það ekki. Þú veist, það væri hægt að koma fram með þá kenningu, þessa setni sem að þú nefnir, að bara kerfið má ekki og það bara þú veist, þar skapast ef að Erla og Kristján og Sævar eru sýknuð þessum röngu sakagiftum, þá eru þeir 4 sem að saklausir sátu inn í einangrun en var síðan sleppt og voru ekki ranglega dæmdir, Magnús og Kó, að þá eru þeir orðnir sko þolendur ríkisins en ekki þolendur Erlu, Sævars og Kristjáns. Þannig að þar bætist við sko. Og ég held að sko þessi rannsóknarnefnd sem að ég talaði áðan. Hefur eitthvað tekið undir það með þér því að þú sér að þingi þetta gerir þetta? Er eitthvað þingmenn sem hafa tekið undir þetta? Sko hún, Helga Vala Helgadóttir, hún lagði fram þingsályktunartillögu á sínum tíma og hún fór fyrir stjórnskipunar eftirlitsnefnd sem að var sko þá og síðasta þingi og þar sátu ákveðnir aðilar sem að voru mjög svona einhverju Brynjarar Níelsenir. Já, hann var þar. En núna er mín vonir svo að núna sé komið inn þarna aðeins það passaði að fordómanum, ekki sé já, nei, við skulum ekkert en þetta líka er þetta sem þú nefnir, af hverju hún, er það út af hún er kona, ég veit það ekki ég sko, ef að hún væri ekki Erla heldur, ég veit það ekki Gunnar að þá sko það er ekki hægt að í einhverju þannig heimi það er ekki hægt að útiloka að kerfið væri að haga sér svona en það er sko það sem að maður bara svona lesa milli línuna, það sem að ég heyri mjög víða hana er sko held ég að hljóti að skrifast á sko hvern fyrirlitningu að sko að hún eigi núna eftir þetta allt saman að bera sko ábyrgðina á þessum framburðum og öllu þessu og skömmina það sko og ábyrgðina á sko tilfinningarlegu tjóni heilu fjölskyldnanna og heilu lífin sem að hún er búin að leggja í rúst sko ég held að það sé óhætt að segja það að ef þetta hefði bara verið Sævar og Kristján sem voru dæmdi fyrir þessar röngasakagiftir að það var ekki svona sem að væri að þú nefnir hinnar fjölskylduna 4 sem við hefum ekki nefnt. Já. Hefur þú hitt afkomendur þeirra? Nei. En ég er alveg opinn fyrir því sko og ég held að sko rannsóknarnefnd Alþingis ef að hún er sett á stopp að ég vona að þær fjölskyldur muni fá eitthvað út úr þeirri rannsókn og sjá þá, þú veist, núna erum við með, þú veist, eins og ég ára að lýsa, þetta eru 2 ólíkar frásagnir í svona meginatriðum sem eru búin að teiknast upp. Það sé ekki bara betra að leysa úr því svo það sé hægt að gera eins og Erla hefur talað svo það sé bara hægt að grafa þetta mál svo það sé bara hægt að ganga frá þessu fá lúkningu ég held að allir ætti að ykkur frjáls. Já. Herðu Tryggvi? Já. Gaman að tala við þetta, en hvað er að frétta þér? Hvað er þú stattur í þínu lífi? Ég er stattur, á íbúð á Grettisgötunni á móti þar sem að Kristján Viðar og Ammans bjuggu. Ég horfi út hverjum einasta morgni þar sem að og fullt af öðrum húsum sem hefur getað séð þau vera að athafna sig þarna sko á Grettisgötunni en það er önnur saga. Það sem að samsærið á að hafa verið framið. Samsærið á að hafa verið framið og það sem að þau átt að hafa farið. Hvað skiptir þú húsið? Sko, það næstu því?
ekki um að þau hafi farið með eitthvað líka þangað, sko. Nei. Ég hugsa hlýlega til Kristjáns Viðars og hugsa hlýlega til ömmu hans og mömmu hans. Og ég hugsa sko allar sögurnar sem ég er búin að heyra af partíum sem voru haldin þarna, sko. Ég er alveg og ekki myndið þú vilja vera í partíum sem þú ert nú ekki þú ert bókabíus og þú er ekkert í þetta kalla að gera. Örugglega ekki. Ég hugsa það er aldrei að vita. Það er aldrei að vita. Sko ef þetta lið, sko eins og ég segi, ég tengi mjög vel við Erlu Bolladóttur, hún var í þessum partíum, sko. Ég held að, jú, aldrei að vita. En já, ég er bóka kall, ég er doktorsnemi núna í sagnfræði við Háskóla Íslands. Og hvað er skrifum? Og ég er að skrifa þetta sem við erum búin að vera að tala ég er að skrifa fólk sem að kerfið hefur stimplað sem ómarktækt. Eins og þetta fólk og eitthvað fleira? Já, ég held að sko, ég veit ekki að það er ekki ennþá búið að teiknast upp hvaða leiti, þú veist, þetta mál verði eitthvað teiknað upp, verði fjallað í ritgerðinni, en ég fer aðeins lengra aftur í tíman og ég er að skoða svona einstaklingar sem að sko ekki bara, þú veist, opinbera kerfið heldur, þetta er aðalega sko réttakerfið, fólk sem að sko fann sér ekki lögfræðinga, var að reyna að reka málið sitt sjálft og var að reyna að sko kvarta undan ofríki hins opinbera og fekk ekki áheyrn og fekk ekki hlustun, var hent út, var ekkert gert við, sko, og ég er svona að velta fyrir mér, þú veist, hvað veldur þessu? Hvað er það? Og þannig að þetta er svona, þetta er kannski eins og staðan en núna, þá er þetta ritgerð sko, átök, þetta er átök sannleikan. Annars verður valdið sem að vera sannleika? Já, og síðan andófsmennirnir. Sem eru bara svona einstaklingar með mjög veika stöðu. Sko, veika stöðu og ekki. Einn af karakterunum í ritgerðinni heitir Þorgeir Þorgeirsson, sem að þú kannast kannski við. Og hann var nú, sko, að sumuleyti, sko, ég held að það hafi ekki verið auðvelt fyrir hann að sækja einhverja styrki til að búa til einhverja kvikmyndir, sko. Hann gerði maður og verksmiða og fleiri svona... Já, og hann fekk gigg hér svo fekk hann ekkert meir, sko, þegar það kom í ljós að hann var að búa til hálf sósíalíska myndir, þá fekk hann ekki að gera fyrir því. Já, en hann skrifa grein í Morgunblaðið sem að, sko, sem fer alla leiðin út til Strassborgar, þar sem hann flytur mál sitt sjálfur og vinnur málið. En hann hafði mikla inneign, sko. Hann hafði hann nefnilega. Hann er alltaf kariberi heldur en afiðin þegar hann er að koma út úr 9 mánuða. Engin spurning það. En þannig að hann er kannski svona, hann er flottasti aðilinn hann. En það er samt, sko, við sjáum það þegar hann fer fyrir Hæstarétt, hann gerir þá kröfu, hann Þorgeir að fá að flytja málið sitt sjálfu þar. Síðan fær hann það ekki. Og síðan fer hann út til Strassborgar og þar er verið að spyrja, sko, hvað gekk eiginlega á, af hverju fekk hann ekki að flytja málið sitt sjálfur. Það er bara vísað í eitthvað ákvæði þar sem að sko menn sem að voru eitthvað veikir á geði mátti ekki, þeim var ekki treystandi til þess. En hann fór síðan hann út og flutti málið sitt sjálfur út í Strassborg og vann það. Hann og sýndi þá Íslenska ríkinu. Sko, það er svona, hann er þarna, en ég ætla ekki að segja, þú veist, að þetta sé allt, almúa fólk, þó að hann hafi kallað sig sjálfur, hann sagði sko próflausasti bóhem landsins, kallaði hann sig, en hann var búin að vera í einhverjum skólum austan Tjalds, sko, veit ekki hvort hann hafi klárað eitthvað. Já, klárað hann ekki, það var í kvikmyndaskóla, ekki? Jú, í Prag held ég hann hafi verið. Ja, þegar þú ert að fjalla þetta, þá er þetta annars með valdið sem er að verja sig og svo ertu með einstaklingi sem er að berjast, en svo ertu með samfélagið. Og samfélagið hættir oft til þess að taka bara afstöðum valdru og meiri segja þótt að þú sigrir sko, að þú nefndir til þess að Þorgeir að þó að hann hafi unnið þetta stórkostlega hetjuafrek að þá var svona Þorgeir og það var náttúrulega hópur í kringum hann sem að virta hann og dáði en svona stundum hefur maður sagt að það er einhverjir hópur sem að getur stjórna Íslandi með Tryggvi hann og
og það svo sterkt og einhvern veginn lætur sko fjöldin þetta oft stýra sér, þannig að það hallar sér upp að valdinu og það sem valdið vill. Já. Sko, ég held að sko, samfélagið skiptir held ég bara öllu máli í þessu samhengi. En akkur það svona veikt, eins og til dæmis nú að tala gerðismálið, akkur samfélagið svona veikt 1974, 75, 76, 80 sko á þeim komin í 97 þegar það Lækjartorgið fullt. Já, þegar Lækjartorgið og þá líka Lækjartorgið og síðan var held í fyrsta almennilega skoðanakönnun gerð traust almennings til dómskerfisins og niðurstaðan var held ég að einhver 30% bæru traust til þess og ég held að svo tala hafa ekkert farið mikið það síðan þá. En áður var þeim alveg sama, sko, valdinu bara slétt sama, sko. En þar þar held ég að sé, sko, meðal annars það mál og bara þannig að Sæva sem að hlýtur að hafa sett strik í reikningin, en ég held að, sko, fyrir þann tíma að þar bara svona einhver óttablandin virðing. Samt veit fólk að dómskerfið ekki að verja mig, konur veit þetta, að dómskerfið ekki að verja sig. Fátæka fólki veit þetta. En það kannski ekki spurning bara í skoðanakönnunum. Það tekur ekki þátt í umræðinu réttarkerfið. Nei, og það eru sko held ég fleiri skoðanakannanir gerðar sko hvað lögfræðingum finnst dómskerfið heldur en sko mér og þér sko. Það meira mark kannski tekið á því. En það eins og ein góð vinkona mín sagði, þú veist, það bara eins og að spyrja sko þjóninn á veitingastæðinu hvernig maturinn og eigandan. Þú sagðir, samfélag skiptir öllu máli. Þú trú á samfélaginu? Ég held að sko núna á þetta ég er búin að lýsa það hér yfir, ég hef trú á þessari rannsóknarnefnd, ég held ég hef meira trú á alþingismönnunum okkar heldur en margir. Þetta þjóðþingið, við getum kosið þangað inn fólkið okkar sem að við getum talað við og ég trúi því, ég held að það sé fullt af fólki á þingi sem að ég tengi við og þegar það tjáir sig, að þá hugsa ég, þetta ég upplifi að ég sé representeraður, að minnsta kosti. En heldur það sé nóg til þess að til dæmis þessi rannsóknarnefndir þið sett á? Það það. Nú eitt í því að geta lýst yfir stuðningi við þitt mál og eitthvað fleira, annað að ná því í gegnum þingið, þannig að þú fá meirihlutann og Brynjararnir nýjarsinnendir verði í minniluta. Já, hann farinn. Hann bara en hann aðstofn að dómsmálaráðherra, sko. Já, er þeir ekki báður á útleið núna bara eftir smá? Já, það nú einhverja fréttir það að Jón sé ekki sáttur við það. En þú hefur trú á samfélaginu? Ég hef trú á samfélaginu. Samfélagið brást af þeinum. Þú ert náttúrulega að vísa, ég lifði 8 áratugum, sko. Ég hef sagt það. Ég held að, sko það líkamnaðist næstu anduðin á afaðinum og þessu fólki. Og ég held að sko eins og ég er búin að lýsa fyrir þér, fjölskyldan stóð með honum, en það er annað, það er gott fólk. Það er, ég veit það. Þú getur haft gott fólk og slæmt samfélag. Ég veit það. Og ég held að það sem að hafi farið kannski mest með hann í þessu máli og ég man ekki tilvitnunina, en í einhverju viðtali sagði amma mín það, að sko það að enginn hafi stíð fram og reynt að sko gera eitthvað, að stoppa þetta að það hafi eiginlega verið bara það versta, sko en síðan erum við með í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu sem er svolítið athyglisvert að við erum þarna með aðila eins og Jón Bjarman sem var fangaprestur. Það er svona það sem við myndum að kalla í dag, þetta er bara whistleblower move hjá honum að mæta, en bara það sem að hann fékk fyrir það það er bara þannig að jú, það voru einhverjar fangavörðurinn sem að ég get ekki flett upp í höstum af hvað þetta en það fangavörður líka sem að ertu að tala Hlyn kannski?
sem að ég man ekki hvernig það var, það var eitthvað 9. áratugum Já, sem að hann eiginlega segir sína sögu. já, en auðvitað síðan þá komum við og þegar ég er orðin krakki og þetta sem að ég er búin að lýsa hér fyrir þér við fórum á fótboltaleiki og við vorum alltaf á vappi sko og þú fattar ekkert og ég fattaði ekkert en það var líka bara út af því að það var bara svona almenn virðing borin fyrir afa mínum þú veist, ég hef ekki getað sagt þér að hann hefði verið þessi sko hvorki hefði ég getað sagt þér þetta sem að ég veit núna þú veist, að lenda í ofbeldi af þessu tagi ég hef ekki getað sagt þér þú veist, það og ég hef heldur ekki getað sagt þér að hann hefði verið svona rækilega á skjönu samfélagi sko en það er bara út af að hann var þessi sérstaka persóna það fór svona orð á hann, það barstu samfélagið það var búið virðing fyrir honum ég held það það er bara þannig að ég hafði barstu bína alltaf já, ok sem bara venjulegs mann sem okay. það var talað um hann að virðingu já Herru Tryggvi, ég þakka þér fyrir að koma hérna og Takk ég láskaði góðs gengis á Austurvelli á morgun og vona að verði það er ekki að vera margir það er aðalega að maður finni fyrir góður í samstöðu já. Ég hef verið á litlum góðum mótmælum og ég hef verið á stórum mótmælum það er eiginlega fátt betra en að standa í hóp sem er með svona sameiginlega hugmynd að finna til samstöðunar því að það er ekki nóg að vera góður einstaklingur heldur verður það gott samfélag Ég er allavega mjög spenntur sko Ég ætla að koma og hérna ég vona að sem flest mæti á morgun sumir er náttúrulega að horfa á þetta þegar þetta er liðið en það er sett á laugadaginn klukkan 2 á Austurvelli við segjum þá gott í bili við rauðaborðið við verðum hérna næst á mánudaginn klukkan 8 en góða helgi